Velkomin aftur, þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum. Það eru auðvitað að koma páskar eins og við vitum, en það er ekki bara að koma páskar heldur líka tími ferminga og ýmissa helgidaga sem margir hverjir eru tengdir við kristna trú. Það eru þó ekki allir sem taka þátt í þessum helgidögum og þessari kristnu trú og til dæmis sífellt fleiri sem láta ferma sig borgarlega. Og mér langaði að spjalla eins þessi mál og komið með til mín Jóhann Björnsson, formann Siðmenntar. Velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Kannski svona fyrsta spurning, þið í Siðmenntir náttúrulega gefið ykkur út fyrir það að vera ekki trúfélag, heldur, trúlaus, ef svo má segja. En trúleysi, það rétt orðið til að tala þetta? Já, það má eiginlega segja það við, þetta félag sem kallast lífsskoðunarfélag og hefur sömu réttindi og skyldur og hver önnur trúfélög. Og svona grunnstefið í starfsemi Siðmenntar og þessara félaga, Siðmenntir félag í alþjóðahreyfingu, grunnstefið það að við gerum ekki ráð fyrir og göngum ekki út frá því að líf okkar sé stjórna af æðri máttarvöldum, guði eða guðum. Þannig að það svona grunnstefið í starfsemi félagsins. Hefur það einhver áhrif á það hvernig maður lifir lífið sínu? Já, ég held að það gerir það og þegar maður vaknar á morgni og gengur ekki út frá því að það sé einhver guð sem stýrir lífum hans, þá hefur maður, myndi ég segja, meira frelsi og jafnframt á ábyrgð á því að gera það besta úr lífinu sem mögulegt og bæði eigin lífi og samborgarna. Það myndi ég halda ef maður gengur ekki út frá því að það sé einhver hérna uppi sem að stýra manni. Já. Hver eru svona grunngildin ykkar, til að segja sem svo? Nú, Siðmennt byggir á svona húmanískum gildum og húmanismi er nú erlent orð en hefur oft verið þýtt sem svona manngildi. Og það eru eins og ég sagt, þetta eru þrjár meginstoðir sem að félagið hvílir á. Það í fyrsta lagi svona þekkingarleitin, að við hvetjum til þekkingarleitar og að við reynum að skilja veruleikann sem við búum við og þá lítum við til svona fræða og vísinda sem bestu leiðina til þess að öðla skilning á veruleikanum. Svo erum við með svona siðfræði og mannréttindavingil. Það að segja, við berum ábyrgð á okkur sjálfum og samborgurum okkar af því að það engin æðri máttarvald sem að gera það og þá hvetjum við til þess að fólk leggir rækt við siðferðileg gildi og við stöndum mjög með mannréttindum og mannréttindasáttmálum. Þannig að það svona önnur stoðin og svo þriðja þá eru þessi athafnir á stóru stundum lífsins því að fólk hefur í öllum menningarsamfélagum held ég að ég geti fullyrt vill fólk halda upp á einhver tímamót í lífi sínu og það eins og að gefa börnum nafn og það eru fermingar eða eins og víðum heim manndómsvíslur, giftingar og svo útfarir. Og við sinnum þessu öllu saman líka. Þið erum mjög áberandi, heyrir maður í umræðinni kannski sérstaklega á þessum tíma árs í sambandi við fermingarnar og þið hafa náttúrulega verið með þessar borgaralegu fermingar í dálítinn tíma. Segðu mér aðeins frá þeim, hver í rauninni munurinn, hvað snýst borgaraleg ferming? Já, borgaralega fermingar á Íslandi hafa verið síðan 1989 og hafa nú tíðkast erlendis eins og í Noregi til dæmis í miklu lengri tíma. Og þetta eins og við vitum hér á Íslandi þá fermingin ákveðið svona menningarlegt fyrirbæri. Það var alltaf hvenær á barnið að fermast og það alltaf gert ráð fyrir því að fólk fermist. Nú síðan gerist það bara með fjölbreyttara samfélagi að það ekkert allir sem að aðhylla sömu trúarbrögð en langar samt til þess að halda upp á unglingsárin og þessi tímamót sem eru í lífi fólks og þá var farið af stað með svona borgarlega fermingar. Fyrst að norskri fyrirmynd en svo höfum við svolítið þróað þetta á okkar hátt og lykilatriði sem við erum að fást við að efla og styðja og styrkja unga fólkið í að verða svona ábyrgar manneskjur í lýðræðislegu samfélagi og orðið ferming einmitt hefur margar merkingar. Til dæmis eina af þeim merkingum og svo merking sem við notum þýðir bara styðja og styrkja. Og það gerum við með því að við bjóðum unga fólkinu upp á námskeið sem kemur annarkvort helgarnámskeið eða 12 vikna námskeið eða hvernig sem það fjarnám þess vegna. Það sem að við leggjum rækt við að hugsa gagnrýni. Við erum með svona ákveðin ramma og eins og ég segi stundum að ég kannski ekki að kenna ungu fólkinu mikið en ég svona efla umhugsunarvirkni þess, við sem stöndum í þessu og við leggjum mikla rækt á að þau fá að takast á við gagnrýna hugsun, skapandi hugsun, siðferðileg álitamál og ýmislegt svona sem að þau fá að takast á við. Og þetta námskeiðið hjá okkur undir miklum áhrifum frá heimspeki með börnum og unglingum sem svona fræðigrein sem að hefur verið að ryðja sér til rúms.
Þannig við skiljum þið rétt, þá ferming í ykkar huga snýst ekki bara það að staðfesta trú eins og hún kannski í huga kristinna manna. Hún getur þýtt meira en það. Já, það engin að staðfesta einn í neitt hjá okkur, mæti bara til þess að efla sig persónulega og það engin með því að taka þátt í borgarlegri fermingu, þá engin að játast stefnu siðmenntar og ekki heldur að hafna nýtni trú einu þess áttar. Fólk bara að koma til á sínum forsendum til þess að taka þátt í þessari fræðslu, þessi námskeiði og það eina sem við gerum kröfum að fólk bara séu manneskjur og við leggjum áherslu á það sem sameinar okkur en ekki svona það sem sundrar. En það koma alls konar börn til okkar, það koma börn úr ýmsum trúfélögum og það sem að gerast núna, hefur verið að gerast núna undanförnum árum að börn sem að fermast í þjóðkirkjunni, þau að koma á námskeiði líka þó þau tæki þátt í athöfninni. Og það bara mjög ánægilegt, það var gaman að því að taka þátt í svona pælingum og hugsa. Já, nú þetta eins og ég nefndi áðan að koma páskar og fermingar og svona hefðbundnari fermingar. Hvernig með eins og ykkur sem eru í þessu félagi, takið þið þátt í þessum í kristnum helgidögum? Já, þetta náttúrulega lögbundni frídagar, þannig að ekki mæti maður nú í vinnuna þegar þessi frídagar eru en með svona frídaga, þeir eru náttúrulega kærkomnir til þess að hver geti haft þá eins og hver vill og við náttúrulega mætum ekki á samkomur hjá trúfélögum með þess að við erum ekki með þannig og þetta ekki frídagar sem tengjast okkar félagi beinlínis en við bara njótum þess að vera í frí og borða góða mat og fá sér páskaegg og svona og það bara misjafnt eftir fólki hvernig það heldur upp á þessa daga því að innan siðmenntar mjög fjölbreyttur hópur fólks. Heldur til dæmis að flestir í siðmennt haldi upp á jólin með svona nokkuð hefðbundnum hætti? Já, ég held að það sé flestir sem gerir það og fagni þess að ekki síst að sólin farin að hækka á lofti og fagni þess að vera með vinum og fjölskyldum. Ég held að meirihluti gerir það. Já, einmitt. Og þið ekki bara með þessar borgaralegu fermingar eins og þú nefndir, þið hafið verið að innleiða fleiri athafnir í tengslum við útfarir og giftingar og svona. Já. Segðu mér aðeins frá því, var það ekkert mála að koma því öllu saman inn? Nei, það stóð nú lengi til að bjóða upp á fleiri athafnir heldur en fermingar. Því að þær byrjuðu fyrir svo löngu síðan bara ákveðinni þörf. Nú síðan gerist það 2007 að við erum með fyrstu giftinguna og það kemur til því að kona sem hafði fermst borgarlega einhverjum árum áður, hún var komin á giftingaraldur og spurði hvort við tækjum að okkur að gifta. Við höfðum ekki gert það áður. Svo að við sögðum bara já og fórum í þetta í sameiningu að vera með fyrstu giftinguna. Og síðan 2008 þá fórum við að bjóða upp á þetta að fólk geti komið og fengið giftingar hjá okkur, nafngjafir og útfarir. Og svo 2013 þá fengum við skráningu sem svo kallað lífskoðunarfélag og höfðum þá sömu eða sambærileg réttindi og hverjunu trúfélög. Og athafnirnar hjá okkur hafa verið að aukast mjög mikið. Já. Og það ekki skilir að vera félagi í siðmennt til þess að fá hjá okkur athafnir. Nei. Hver eru það sem að gefa saman til dæmis í giftingum? Nú við erum með á skrá hjá okkur 40 athafnastjóra sem við kallum þetta athafnastjóra, þeir sem eru að sjá athafnir. Og þetta fólk sem hefur sýnt í áhuga að taka þátt í þessu starfi og kemur þá á námskeið til okkar og fær þá réttindi frá innanríkisráðuneyti til þess að mega gefa saman. Það þarf engin sérstakur réttindi þaðan til þess að sinna útför eða nafngjöf en það þarf leyfi frá innanríkisráðuneytinu. Og hér á Norðurlandi það að koma fólk hingað, hér á Norðurlandi eru komin 4 athafnastjórar sem taka sér að gefa fólk saman og sinna útförum og nafngjöfum og fermingum. Já. Hvernig svona viðhorf í samfélaginu til félagsins? Finnið þið fyrir fordómum? Ég veist ég svona stundum heyra í kringum mig, til dæmis í sambandi við borgaralegu fermingarnar, ef þú ætlar ekki að ferma þig og trúir ekki á Guð, það ekki bara betra að sleppa þessu og svoleiðis. Verðið þið mikið var við svona orðróm? Mér finnst ég ekki verða var við þetta mikið lengur. Nú ég búin að starfa, ég kem inn í félagið bara sem kennari í fermingarfræðslunni fyrir 21 ári síðan og þá voru 49 börn sem að fermdust borgarlega. Og þá var ég meira var við gagnrýni á þetta eða svona neikvæðar athugasemdir gagnvart þessu og krakkarnir sem komu þau töluðu þau yrðu fyrir aðkasti og fordómum og svo framvegis. Núna finnst mér alltaf vera minnkandi ár frá ári og ég heyri þetta eiginlega varla lengur Sérstaklega ekki hjá unga fólkinu sem á fermingaraldri því að nú kenni ég í grunnskóla líka og þar bara mjög sjálfsagt hjá
krökkunum allar að fermast borgarlega eða kirkjulega. Já, einmitt. Þannig að þetta er orðið svona Þetta er að breytast. gildur valkostur og í ár eru rétt tæplega 380 börn sem fermast borgarlega eða það byrja 9% af árgangum. Einmitt. Flottir, Jóhann Björnsson, takk hérlega fyrir komuna í þáttinn og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Og við höldum hérna áfram eftir skamma stundu. Þá ætlum við að tala um handbolta.